Knútsdóttir tekur hér þriðja skotið sitt. Karen Knútsdóttir stelur boltanum, fer fram og sjáið þetta. Hún drepur boltan hana. Þetta var, sko, ég meina, það verður að vera að hrósa Karen og það verður að hrósa Jenny. Það var frábær vörn hjá Karen og vel gert hjá henni en glæsilega varið hjá Jenny og hún er, eins og við segjum á hann, mætt til leiks sem er ekki góða fréttir fyrir framstöku. En ferlega svekkjandi fyrir Karen, búin að stela boltanum svona glæsilega og dribbla honum fram. Og, nei, hann munið litlaðir inn boltan aftur og nú eru Valsarar fullskipaðir. Það er Anna Úrsula komin inn á línuna til að berjast þar. Og Kristín Guðmundsdóttir með skotinn, Íris Ver. 11. skotið hennar. Og Pavla í hraðuplaup og Jenny kominn. 2 hraðuplaup í röð hjá henni. Ef það er eitthvað sem getur drepið niður andstæðinga, þá er það þetta. Þetta er rándýrar markvörslur. Þetta er með því dýrara sem gerist. 2 hraðuplaup í röð, 2 fyrstu almennilegu hraðuplaup framara í leiknum og Jenny tekur þau. Sóknarleikur Vals er ekki góður eins og staðan er núna en Jenny er að halda þeim inn í leiknum. Og hér glæsilegt mark hjá Anna Úrsulu og Pavla er hreinlega heppin að fá ekki 2 mínútur. Þarna hefði hún alveg eins getað fengið 2 mínútur eins og aftur grípur hún aftan í hendina á henni. Anna Úrsula með 7. markið sitt. Og nú eru 7,5 mínútur eftir. Og Stella fær vítið. Karen Knúts þá á vítalínu væntanlega. Segir þær hafa varist fyrir innan teig. Sést nú ekki alveg á þessum myndum. Nei, þetta er svona alveg á mörkunum. En Karen, hún skorar. Karen Knúts kominn með 6 mörk. Bara 2 vítur. Frá því að skoruðu hvað 9. markið sitt, hefur hún ekki skorað mark nema úr 2 vítum. Og það sloknaði þess á henni. já. Sjáum hvort að sóknarleikur Vals. Og sjáið Anna Úrsulu. Frábærlega gert hjá henni. Kominn hana langt út á völlinn og nær að smeygja sér á milli leikmanna. Þetta er kerfi sem bæði lið spila og það bjuggust allir við því þarna að Anna myndi gefa hann yfir á hægri skiptina, Annette Körbli, og voru farin að færa sig þannig en hún fer í gegn geysilega vel. Stella og það er opna hornið vel og þetta er vel spilað. Það er Ásta Birna var ekki? Ásta Birna. Já, sem fór þarna inn. Og Ásta Birna Gunnarsdóttir með sitt fyrsta mark, reynda fyrsta skotið hennar. Og hvaðan kom þetta mark eiginlega? Þetta var Hrafnhildur Skúladóttir, tók bara klassíska fyrstu gólfið. Þetta er handbolti 101. Já, langt út í teignum í gólfið og upp í samskiptin. Og Pavla losnar hinum einn og skorar. Hraðinn er ógnvænlegur núna. Pavla var í loða með annað markið sitt. Nú er eins og varnirnar hafa aftur dottið niður og sóknarleikurinn komin upp og þá er það hvort liði nær að spila varnarleik, almennilega varnarleik núna síðustu 5 mínúturnar. Það er spurningin. Rúmar 5 mínútur eftir. Einsmarksmunur, þessi leikur er í játnum. Og hér losnar Anna Úrsulunni, Íris Ver frá henni. Íris Björk Símonardóttir kom með 12 skot og ruðningur dæmdur á Ástu Birnu. Glæsileg markvarsla, glæsileg vörn hjá Írisi líka. Þetta getur farið á hvern veginn sem er. Þetta er bara svolítið, sýnist mér þessi leikur, hann er að velta eins og stöngin út stöngin. En ég meina hvernig þetta fellur fyrir þér og líka náttúrulega eins og ég sagði á hann varnarleik. Það er smá framlengingar fnikur hér. Kann man ekki á óvart. Nei. Og þetta Anna munaði litlu að Guðrún Þóra fær í skammarkrókinn. Hún slapp. Ragnhildur. Og sjáu þið sendinguna inn á Anna Úrsulu. Þetta eru 2 mínútur, það getur ekki annað verið. Það er sama hvernig Anna María reynir að telja einhverjum trúum annað.
og Einar mótmælir ekki. Þetta sniðglíma á lofti. Það það ekki hægt að stoppa Önnu Úrsúlu öðruvísi í þessari stöðu. Nei, það hefur miklu skynsamlega að sleppa henni. Íris búin að verja tvö skot vel frá henni og fá þá bara markið í staðinn fyrir að vera einfari. Og sjáu, hér hún komin og Íris tekur hana! Íris Björk Símonardóttir reyndar skotið í góðri hæð fyrir Íris. Þetta beint út af öxlinni og Anna Úrsúla veit hún á ekki að setja skot í þessa hæð. Anna eflaust orðin svolítið þreytt. Hún að spila hérna vörn og sókn og í baráttinni allan tíman. Og það núna sem skiptir máli að Hildigunnur sé meitt. Og Stella komin hérna hálfa leið í gegn. Jenny sýndi frábæra takta með að skora með að verja dauðafæri og ekki Íris að sína verri takta. 3,5 mínúta eftir og Framar að geta jafnað núna. Reyndar einni færri en þær bara verða, þær með ekki líta á það að séu einni færri. Það bara dugað að drepast hjá þau núna, þessar mínútur sem eftir eru. Þær verða bara þær verða að skora fleiri mörk en Valur. Já, þær verða að sína áræði. Já, það verða að gera það. Nú þýðir ekkert að fara í felur og þor ekki að taka skotin. Þær verða að klára þetta. Við sýnist Birna Berg ekkert vera líkleg til að koma inn og hún meittist þarna á þann. Sjúkraþjálfarinn að styrma yfir henni. Og þær vinna boltan. Anna Úrsúla með þessa vörn. Þetta rándýr vörn. Hún ég ætlaði að segja milljón-króna vörn sko. Hún ótrúleg. Þetta slagaði upp í æsef held ég bara. Hún svo rosalega mikilvæg þessi stelpa í jafnt í vörn sem svo. Og sjáu þið Írisi. Þetta var ótrúlega óskynsamt. Já. 14. skoti sem Íris Björk tekur í þessu leik. Hún búin að vera líklega besti leikmaður Framara. Þetta var vel varið hjá Írisi en þú vilt fá betra færi í svona sókn og þú vilt spila lengur. Einni fleiri. Og sjáum hér. Brotið þarna á Ástu Birnu. Karen klift út, hún bara tekið nú umferð. Og þá Guðrún Þóra. Og nei, sendi ekki misefnuð og Stella nær boltanum. Og það að koma leiktöf, það verið að taka skotið. Pavla, hún nú ekki rétta manneskjan til þess að þessu færi. Og það fá aukakasti, nú verða það bara stillu upp fyrir Stellu. Ekki átt að brjóta á henni hana, bara bakka niður. Því að þetta miklu betra færi. Og sjáu þið marki frá Stellu. Frábært mark. Stella jafnar. 7. markið hennar. 2 mínútur eftir. Og Framar konum við fullskipalið. Þær skoruðu og héldu út. Þetta aðeins meira að ganga með Fram núna en sjá til. Þetta getur alltaf breyst bara. Framnildur með sendinguna og Anna Úrsúla. Hún gjörsamlega óstöðvandi. Það verður ekki eiga sénsan í hana þegar hún fær boltan. Sjáu þetta. Það ekki hægt að stoppa hana. Hún svo sterk, hún svo stór. Kom með 8 mörk. Það ansi hreint mikið fyrir línumann. Þetta bara ótrúleg. Birna Berg komin inn á. Og Stella. Birna, Stella, Karen klift út og Stella aukakast. Nú verður Karen bara að fara að rífa sig lausa og gera sig gildandi í sóknarleiknum með félögum sínum. Birna og Pavla. Og hvert ætla Pavla? Nei. Þetta tröllið þarna, bæði varnarlega og sóknarlega. 1 mínúta eftir. 27-26 og Einar tekur leikli að sjálfsögðu. Þær verða eiginlega að skora úr þessari sókn. Þetta er lykilsókn fyrir framliðið. Algjörlega. Og nú skulum við reyna að hlera hvaða boðskap Einar hefur fyrir sína stelpur. Settum 4 fyrir Karen strax. Þú verður
fylgju hérna. Anna Úrsula hérna, þú hérna, Karen kom í Árás hérna. Þarna, en þú ert þarna, ok? Þú ert hérna, milli fennan hérna. Lári frá sendingu. Já, hann Anna Úrsula kemur aðkvæmdi sendingu. Hey, ef það kemur fríkast, þá stillum við fáum bæði Birnu og Stellu í uppstillinguna og látum Birnu skjóta. Þannig að Stella hún kemur feiki og Birna hún kemur hérna. Það sem það ætla að gera núna er það er að koma í stöðuskipti. Það er að segja að hérna, Karen komi frá miðinni, komi árás á bakvörðinn og línumæðurinn á að vera hinum einu rauninu við Önnu Úrsulu og þegar Anna Úrsula kemur í hjálp að þá á Karen að vera viðbúin að gefa á Pæju inn á línu. Hvernig þetta gerist og það er að koma leiktöð. Karen fer hérna í skiptustöðuna og gefur boltanum inn á Pavlu eins og átt að gerast en það er búið að dæma aukakast og þá er það stilla upp fyrir Stellu og Birnu. Það er Birna sem á að taka skotið. Nei, það er Stella og hún fer í gegn og Jenny ver. Það er búið að dæma aukakast. Þetta var dýr markvarsla. Og nú er það með aukakastu utarlega á kantinum. Þetta ætlar að vera erfitt. 20 sekúndur eftir. Stella upp og brot hjá henni Kristín. Aukakast og 2 mínútur. Kristín út af. Og 40, það eru 14 sekúndur eftir. Og Framarar hafa 14 sekúndur til að jafna og það eru einnig fleiri og það eru að fara að setja nei, það ætla ekki að setja aukamannesku inn á sóknina. Íris heldur sig í markinu, ég myndi setja aukamannesku inn á línuna. Það eru með einu marki undir. En hendin er komið niður núna því þú eru kvörmyndur, það geta spilað út. Karen, Birna, Karen, hvert allar hún? Birna og Birna Berg og hún skorar! Birna Berg Haraldsdóttir á 5 sekúndur eftir og leiktíminn rennur út. Það eru 4 sekúndur eftir þegar Valsar að taka leikhlé. 4 sekúndur. Þetta var ótrúlega vel gert hjá Birnu Berg. Hún er komin hinum einn á völlinn og setur hann alveg út í fjarstöngina, alveg niðri, klínir honum þarna þig. Flott skot og Birna Berg er komin með þetta 5. markið hennar. Íris! 4 sekúndur, það var Valsara til að skora. Við tökum byrjum ekki, við tökum byrjum bara. Netti, hérum, Anna kerri hér, Anna kerri hér. Háum boltan hérna, Anna upp í skotið. Það eru einnig færri og hafa 4 sekúndur til að skora. Já, það er ætla að setja, það er ætla að... Anna Úrsula tekur skotið utan teik. Ég hugsa, þetta er... Anna félir sig að skotið. Já, Anna félir þig. Bati mig, ég kemur fyrst undir hana með, þú dættur út í skiptuna. Og skotið. Hvað er það skiptur? Hvað er það að byrja? Hver byrja með þig? Bara svo í snákum. Íris, stjóra þig. Það er að spila 30 á mann. Þá keirir hann á línu. Þær hafa 5 sekúndur, það er bætt 5 sekúndur. 5 sekúndur. Þær hafa þessar 5 sekúndur sem voru þegar Framarar skoruðu. En þetta sko, það er eins gott að Valur missir ekki boltan en það er enginn í marki. Já. Það er mega ekki skjóta fyrir en það eru bara 2 sekúndur eftir eða eitthvað slíkt. Ragnhildur Rósa er með bolt, er í aukatreyju og hér kemur skotið framhjá. Það var Íris Ásta Pétursdóttir sem tók þetta skot og hér fáum við framlengingu. Þetta er alvöru leikur, loksins fáum við alvöru leik hér. Tvisvar 5 mínútur í framlengingu og þetta er búið að vera æsispennandi og stórskemmtilegu leikur og við fáum framlengingu hér í fyrsta sinn í úrslitakeppninni. Kristín stendur út á miðju og rökraði dómarann akkur hún fekk þessar 2 mínútur. Ég held hún ætti nú bara að drífa sinni klefa til að fara yfir hvað hún ætlar að gera í framlengingunni. Og Einar Örn er tilbúinir á gólfi. Takk fyrir það, Adolf, Jóhannes. Já, æsispenna hérna á loka mínúndunum og sekúndunum sérstaklega. Já,
Þetta er náttúrulega bara hörkuleikur. Þetta er náttúrulega bara, ég finnst bara að það var að koma leikleysa þarna. Það eru 3 fríköst og hún stekkur bara inn í vörnina. Hjá öllum alvöru handbolta bara dæmt leikleysa. Í staðinn fyrir þá fá að taka 4. fríkasti og fá 2 mínútur á okkur. Þetta er bara að koma þeim inn í helvist leikin. Það var ekki tekið af framliðin að þær sýndi þrautsægi að vinna forskotið og einhvern veginn hanga alltaf í ykkur allan leikinn. Það er engin spurning, þetta er náttúrulega bara 2 frábær lið og svona eiga þessi leikir svo sem að vera og við viljum hafa það svona. En ég segi þetta var helviti ódýrt þannig í lokinu, það þýðir ekkert að rafla það, við fáum 10 mínútur til þess að klára þetta og við gerum það. Takk fyrir það Jóhannes, aftur upp til þín Adolf. Takk að þér Einar og þetta, já, Hafrún, þessi leikur er náttúrulega allt öðruvísi en leikinni sem við höfum séð til þessa en þetta er skemmtilegasti leikurinn. Þetta er frábært, svona á þetta að vera og rétt sem Jói segir, svona viljum við hafa þetta. Það er bara jafnt helst á öllum tölum og allt í þessu. Og við erum búin að sjá, nánast allt, við erum búin að sjá frábæra markvörslu þó hún sé ekki afgerandi og í fyrstu leikjunum 2 að þá höfum við séð frábær tilþrif hjá markvörðunum og sjáum við hér og síðan sko markaskorunin sem við séð. Já, áður en við höldum áfram við þetta þá er Einar aftur tilbúinn og núna held ég með formann handknattleikssambandsins. Takk fyrir það Adolf. Já Knútur, nú spyr ég þig bara hreinlega sem framara, hvernig eru taugarnar? Það eru bara nokkuð rólega sko. Ég veit náttúrulega erfitt að eiga dóttir hérna og líka vera sem formaður HSÍ. Ég hef nú alltaf sagt að ég er fyrst og finnst pappina Karinnar og svoleiðis er það bara. En ég hins vegar er alveg búinn að vera nokkuð hlutlaus hérna einn út í horni núna, þannig að það er bara svoleiðis. Ég held að menn hafi séð mjög sjaldgæfa sjón hérna fyrir aftan rittarborða þegar þú tókst að þér að róa Einar Þorvarðarson framkvæmdastjóra HSÍ. Er þetta eitthvað sem við mögum búast við í framtíðinni? Þetta verður aldrei sést áður? Nei, en það var nú kannski ekki dæstur en það var skemmtilegt myndefni sko. Það sést ekki oft myndir að mér vera að róa menn sko en við vorum nú bara svona að gantast með þetta var slagi. Hvernig líst þér á framlenginguna? Það er oft svona að tala um að liði sem að jafnar á lokasekúndunum hafi meðbyrinn þegar kemur inn í framlenginguna? Já, það er bara vonandi að það leysi þetta og fari með þetta í 4. leik og vonandi síðan í 5. leik og þá er ég að tala núna sem formaður handbolta handknattleikshreyfingarinnar. Þetta er náttúrulega frábært myndefni og þetta eru 2 flott lið og allir leikirnir eru búin að vera svona spennandi og ég er bara að vona að við munum bara sjá næstu 5 daga hér í gríðarlega skemmtilegu handbolta. Ég meina, hann gerist ekki mikið betur en þetta og strákarnir á morgun og þetta er bara veisla framundan. Og þó maður takki ekkert frá fyrri leikjunum 2 þá er þessi leikur algjörlega borið af í seríunum til þessa. Já, þetta náttúrulega eru svona mistök hjá þeim en samt ekki eins mikil og var og þú sér það í hálfleik eitthvað 18-15 og fór síðasti leikur ekki 19-20 þannig að þú veist, þetta er miklu skemmtilega leikur, þetta er það bara. Treystir þér sem formaður HSÍ til að spá úrslit? Nei, ég ger það ekki en eins og ég sagði áðan sem formaður þá vona ég bara að þetta fari í 5 leiki og það vinnur einhver þann leik skilur en það er bara fyrir okkur Íslendinga, ég meina það er stór hluti þjóðarinnar að horfa á þetta og ég bara vona að við fáum að hafa það áfram svoleiðis. Takk fyrir það Knútur, þá gefum við boltan á Adolf og Hafrúnu með væntanlega framlengingu. Já, við fáum framlenginguna í gang hérna. Og þeir eru að spyrja okkur hérna hvort þeim við fara að byrja framlengingu niður á gólfi. Fínt að vera að stjórna hérna. Já takk, gjörðu þið svo vel. Og svo, 1-2 og. Þeir voru svona ekki alveg með á hreinu hvort að sjónvarpið væri til í framlengingu alveg strax. En við erum það, heldur betur. En Hafrún, sko að sjá frammistöðu leikmanna hérna. Það er náttúrulega Anna Úrsula búin að vera stórbrotin í vörn og sókn eins og venjulega. Það er sko ensku eða kallað er það MVP, Most Valuable Player. Já, hún er það þessum leik. Hún er það alltaf, manneskja sem vinnur svona bæði í vörn og sókn. Hún er ótrúlega sterk að báðum endum vallarins og við sjáum hvernig hún kemur inn í framlenginguna. Hún er búin að spila bara 60 mínútur í mestu látunum inn á miðri og inn á línunum. Hún hefur ekki fengið neina hvíld af því að Hildigunnur sem hefur leyst hana af er meidd. Hún náði sér að vísa í smá pásu þegar hún fór í 2 mínútur. Já, og svo núna aðeins. En síðan er náttúrulega, sko, við sjáum hjá Fram muninn núna að hvað markaskorið dreifist. Stella er að vísa með 7 mörk, Karen 6, Birna Berg með 5,
Síðan koma Guðrún Þóra, Merle Sördal, Hildur Þorgeirsdóttir og Pavla með 2 hver. Mættu að vísu skila meiri og sérstaklega með Pavla hefði mátt nýta færin sín betur. Hún er búin að skora 2 en 3 skot af línunni á mistekisjáðinni. Það er allavega sko, allir með í sóknarleik Framara núna sem var ekki raunin í sérstaklega í síðasta leik og í rauninni líka svolítið leiknum þar á undan en það er munurinn og það er ástæðan fyrir því að hluta til allavega að framliðið komi hérna inn í framlýsingu. 27-27 og við fáum hér æsispennandi mínútur framundan. Það er ekki nema 14 sekundur liðnar af brottvísunni hjá Völsurum. Þannig að Kristín Guðmunds var ekki út af hann undir lokleiksins. Þannig að Valsar að byrja einni færri en byrja með boltan. Hann hefði getað að byrja á því að hanga svolítið á hann. Hrafnhildur vann hlutkastið og það er mikilvægt að þær unnu hlutkastið því þær geta komist í sókn og hangi þá aðeins á boltanum í staðinn fyrir að fara strax í það að verjast einum færri. Margir segja að fyrsta markið hérna í framlengingu skeri úr sigurvegara en tja, ég hef myndið skoða tölfræðina og það er myndið alveg vissum að þessu þannig. Þetta er nú tvisvar 5 mínútur en það er samt gríðarlega mikilvægt hvert mark þegar það komið svona seint í leik og Valsar að leggja af stað hér í fyrstu sókninni í framlengingu. Tvisvar 5 mínútur. Þetta er alvöru. Ragnhildur Rósa, Hrafnhildur og Anna Úrsúla í baráttu þarna inn á línni og Hrafnhildur, nei, hætti við. Það fyrir að sækja þess að hans fyrir höndin að koma upp. Já, það er ekkert að gerast hjá þeim en þá Hrafnhildur og með sendinguna á og sjáu þið hvernig Anna Úrsúla grípur boltann þarna með annarri hendinni, snýr sér inn leið og skora 9. markið sitt. Það er alveg ljóst að Anna Úrsúla ætlar ekki að tapa þessum leik. Og hinum einn, Jenny tekur þetta skot. 5. skoti hennar, varði aðeins 1 skot fyrstu 20 mínútuna og skipt út af er síðan búin að verja 4 skot eftir hún kom inn á aftur. Og öll eiginlega úr dauðafærum. Já, og þá Karen og Birna Berg. Nú þarf Karen eiginlega að rífa sig aðeins í gang aftur eins og spilaði í byrjun leiksins. En Stella og þetta er aukakast. Aftur verið Jenny. Þessi hefði verið inni ef að hún hefði ekki gert það. Já, og hálf mínúta eftir að refsi tímanum. Birna með sendingun út í hornið. Ég vil bara sjá þess að stelpu skjóta. Já. Og hvað? Dæmt leiktöf. Þær sóttu ekki að markinu. Þetta er algjör draumabyrjun á þessari framlengingu fyrir Val. Það eru einum færri, skora og vinna boltan sko leiktöf. Það er góðu varnarleikur. Já, já. Og Jenny komin í gang þarna í markinu. Þá Ragnhildur Rósa og út á Írisi og þá Hrafnhildur og nú er að koma með fullskipalið. Kristín Guðmunds komin inn á. Unnu þessar tæpu 2 mínútur. Hrafnhildur og Kristín. Og Ragnhildur Rósa Guðmundsdóttir með skot í skrefinu. Þetta er taugaleysi. Alveg svellköld þarna. 29-27, konum við 2 marka forystu. Birna. Og þær verða að gera eitthvað í þessu Framarar. Stella. Nú lýsi ég eftir Karin Knúts að hún taki á sig. En Stella gerir það. Stella Sigurðardóttir Lipsum skora 8. markið sitt. Það gerir stundum þegar leikmennir eru teknir framalega. Það er svolítið klipptar út úr leiknum og sleipt aftur inn í leikinn. Það tempóið svolítið farið úr og momentið. En hún er engar síðar að spila vel, það er ekki hægt að segja hann að dreifa boltanum vel. En það er ekki sama ógnun í henni eins og í byrjun leiks. Nei, enga veginn. Og Ragnhildur Rósa og þetta skot er hátt yfir. Þarna ætla hún að gera eitthvað svipað á áðan. 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik framlengingar. Og Stella klínir honum inn. 9 mark komin hjá Stellu og hún jafnar 29-29. Þetta er ekki lengi að gerast. Nei. Þetta er frábær handboltaleikur, það er allt í þessu og Stefán alveg brjálaður yfir því að það skildi ekki vera að stíð út á móti. Og sjáu þið hér Anna Úrsúlu. Þarna, það þarf 2 á hana, lágmark, helst 3.
Það hægt að dundra boltanum inn á hann að gefa mjög fastar sendingar. Ragnhildur og þá Ragnhildur Rósa komin inn á línu og fær vítið. Guðrún Þóra stóð þarna inn í teignum. Það var vel spilað hjá Valsliðinu. Já, Ragnhildur Rósa leysti þarna inn. Það var öll reynsla heimsins á línunni. Já, og það Ragnhildur á vítalínu og skoraði 9. markið sitt. Langbesti leikur Hrafnhildar það sem af í þessu úrslitakeppni. Já. Og nú mínúta eftir. Og strax þegar leiknum lokið verðum við með beina útsendingu frá Alþingi þar sem verður kosið vantrauststillöguna á ríkisstjórnina. En Stella upp og Jenny